komnir hingað að rauða borðinu þeir tveir ungliðar sem hlutu framgang í prófkjöri Samfylkingarinnar daginn í Reykjavík og ég held þau vonist til að aukin þáttaka ungs fólks í stjórnmálum leiði til jákvæðra breytinga fyrir ungt fólk. Það má nú færa rök fyrir því að svona þau mál sem mest rifist þau varði ungt fólk mikið, leikskólamál, húsnæðismál og já, verið velkomin. Ég segi Stein Ólafur, er það ekki? Jú, já, rétt. Og Bjarnveig Birta. Takk, hæ. Voruð þið hissa á að það gekk svona vel hjá okkur í prófkjörinu? Já, og svona sögulega séð það hefur nú ekki gengið það vel fyrir ungt fólk í þessu prófkjöri. Nei, og nefndu aðeins dæmi það, því til rökstuðnings. Sko, bara Samfylkingin hefur mjög sjaldan valin sér unga fulltrúa í prófkjöri. Það er eitt dæmi það í Samfylkingunni fyrir borgarstjórn. Það er bara eitt dæmi. Já. Því miður. En nú erum við tvö. Þannig við erum búin að þrefalda þann hóp sem er geggjað. Já, þannig að þetta hefur verið svona settlegur hópur miðaldra fólk sem hefur hreiðrað sig í borgarstjórn. Já, og við gerum svolítið tilraun núna fyrir jól að svona sameina okkur. Síðast svo vorum við nokkur sem kepptu sömu atkvæðin í rauninni í prófkjörinu þá. Einmitt. Og þetta skilaði greinilega árangri. Já, þetta var nýlunda, er það ekki? Hjá Samfó. Já. Og þar fengu þess að fyrsta og annað sætið eða eitthvað? Já. Urðu efst þar? Já, það var ekki svona raðað. Við erum bara svona, það var bara tveir sigurvegarar úr prófkjörinu. Einmitt. Ert þú kölluð Birta? Ég er alltaf kölluð Birta, já. Já, einmitt. Sko, hverju mun það breyta fyrir kjósendur að fá ungt fólk að borðinu ef þið verðið kjörnir borgarfulltrúar að loknum sveitarstjórnarkosningum í vor? Sko, meðalaldur kjörinna borgarfulltrúa í dag er 55 ára. Já. Þannig við erum alveg að fara að rífa þann meðalaldur niður. Þið eru bara rétt rúmlega 30 bæði. Við erum bara rétt rúmlega 30 bæði. Við náttúrulega lifum bæði þennan raunveruleika ungs fólks í Reykjavík. Við hefum bæði leikskólabörn, ég var reyndar 1 barn í grunnskóla líka. Já. Við erum bæði á húsnæðismarkaði að taka okkar fyrstu skref þar. Erum bæði það heppin að búa í okkar eigin eign. Það er náttúrulega ekki sjálfsagt. Komin inn nálaraugat. Nákvæmlega, komin inn Geta anda aðeins léttar en samt sjá því kannski fram á að borga húsið ykkar þrefalt eða eitthvað í búðinu. Eitthvað svona. Já. Ef við erum heppin, bara þrefalt. Já, ef við erum heppin, bara þrefalt. Og ég náttúrulega, við fjölskyldan erum tilheyrum þeim hópi sem er fastur í fyrstu eign. Ég á 3 börn, þannig við erum 5 í fjölskyldu. Við búum í 2 svefnherbergja íbúð í Grái 75 fermetrar. Og þetta er bara cozy og nice, sko. En auðvitað væri ég til í að núna þegar stelpa mín er komin í 1. bekk í grunnskóla þá finnst henni svolítið skrítið að vera að deila herbergi með 2 ára bróður sínum, sko. Já. Næstum 3 ára. Hvað gerir þú? Ég starfa sem rekstrarstjóri hjá nýsköpunarfyrirtækinu Tulipop. Já. Ég er með BS-gráðu í viðskiptafræði og master í stjórnun og stefnumótun. Já. Og er að stýra rekstrinum þar. Já, og þú ert kennari, ekki satt? Já, ég er með meistaragráðu í stærðfræði frá Norska Tækniháskólanum í Þrándheimi og kennslufræði þaðan og vinn sem stærðfræðikennari í Hagaskóla. Já. Þið eru dálítið svona skemmtilegt par, sko, að þú býrð í Vesturbænum, þú býrð í Grafarvogi og þið voruð ekki leggja áherslu á sömu mál í kosningabaráttunni, er það ekki rétt hjá mér? Það er rétt. Við náum stórum hópi fólks við Stein. Náum að endurspegla stóran hóp kjósenda, held ég. Hvar var þín áhersla? Ég var auðvitað að tala mikið menntamálin og það er bara sjálfsagt með minn bakgrunn sem kennari. En ég er líka norskur og hef lært íslensku, veit hvað það er erfitt. Ertu alnorskur? Já, ég er alnorskur. Heyrðu magnað hvað þú talar íslenskuna vel. Já, takk. Stein flutti til Íslands árið 2018. Nei. Jú, ég er búin að búa hérna í 7,5 ár. Og býtu kennur stærðfræði? Já. Maður skildi ætla að vera að kenna tungumál því að fyrst hann er með svona gott að fyrir tungumál. Ég er raun að vinna í því af því að eins og ég var svona að byrja að tala stefnumálin mín voru líka að tala íslensku kennslu fyrir börn af erlendum uppruna. Já.
og ég að vinna í því núna í Hagaskóla. Ég með svo kallega ISAT-hópa, íslenska sem annað tungumál, og fæ til mín þá hópa á nemendum sem tala litla og nær enga íslensku, en þar sem við lærum íslensku með því að læra stærðfræði. Við notum í rauninni stærðfræðina sem verkfæri til að læra tungumál. Einmitt. En hver voru svona þín helstu mál? Sko, ég ætla að berjast fyrir barnafjölskyldur í borgarstjórn, en svo ég líka mjög spennt fyrir því að fá að vera öflugur fulltrúi fyrir úthverfin. Ég hef svolítið saknað þess sérstaklega í Grái að við eigum enga fulltrúi í borgarstjórn og maður heyrið það í heitapottinum í Grávarslu að íhaldið ansi sterkt í Grái og ég uppálinn í Breiðholti líka, þannig ég með sterka úthverfataug, en svo náttúrulega kann ég á rekstur og hlakka til að láta aðeins tími taka í rekstrinum. Við verðum að fara að forgangsraða betur í þá velferðar og þjónustu við borgarbúa. Og ég bara hlakka til að láta tími taka þar. Hvert var slagorðið þitt? Eitt herbyggi á hvert barn? Sko, slagorðið mitt reyndar birta í borgina. En jú, eitt herbyggi per barn, það fínt. Já, þetta skemmtilegt. Eru þið vinstri eða hægri kratar? Steinn, þú skalt byrja. Sko, ég hef eiginlega sagt það síðan ég flutti til Íslands að mér finnst eins og stjórnmálin hér séu lengri til hægri en í Noregi, og að ég væri kannski hægri krati í Noregi, en mér finnst ég vera svo langt til vinstri hérna alveg í þó nokkrum málum. Það snýst bara samanburð. Já, ég held það. Já. Þetta áhugavert sem þú segir, en við tökum öll náttúrulega eftir þessari hægri bylgju sem hér á mjög mörgum sviðum. Hvernig myndið þú skilgreina sjálfa þig? Sko, ég veit að pabbi minn myndi ekki samþykja það að ég sé eitthvað sérstaklega hægri sinnuð, en ég held kannski við hliðina á Steinn sé ég kannski aðeins meira til hægri. Settið samt til vinstri. Já, þótt ég siti vinstra megin við hann. En já, ég hugsa kannski, ég kem þaðan að við þurfum kapitalista til þess að reka gott velferðarkerfi. Mér finnst það. En ég vil samt aukin jöfnuð í samfélaginu, en mér finnst að það þurfa að koma frá sterkum efnahagi, en ekki í gegnum skattpeninga einungis. Kapitalistarnir þurfa leikreglur, annars endum við með svokallaðan rányrkju kapitalisma sem étur allt upp. Ég er sammála því 100%. Og ég náttúrulega bara, ég starfa sem rekstrarstjóri hjá nýsköpunarfyrirtæki og þekki þetta rekstrarumhverfi mjög vel, og við erum bara, okkur settur alveg ágætur rammi hérna á Íslandi, hvað var það reksturinn, og við erum náttúrulega, fylgjum Evrópulöggjöf í næstum öllu sem hendar vel. Og sama tíma og þú ert þá sennilega því fylgjandi að séu hvatar fyrir ekki síst brotafyrirtæki og minni fyrirtæki til þess að blómstra, efnahagslegir hvatar, þá eins mikilvægt að vera með öflugt velferðarkerfi byggt á skattheimtu til þess að grípa allar okkar minnstu bræður eða hvað? Jú, bara algjörlega að sjálfsögðu, og ég einmitt, sprotakerfið hérna á Íslandi og styrkjakerfið hefur nýst Tulipopp mjög vel í gegnum árin, og það einmitt bara náttúrulega bæði opinbert og ekki, og já, skiptir bara öllu máli og mjög mikilvægt fyrir ný fyrirtæki að geta sótt sér styrki og verið með sterkt opinbert kerfi fyrir fyrirtæki líka. Steinn, sko, norræna velferðarmódelið, það hefur náttúrulega verið horft til þess sem besta fyrirkomulags, stjórnmálafyrirkomulags bara í veröldinni og lengi vel voru lífsgæði á Norðurlöndunum gríðarlega góð í samanburði við önnur lönd, og það var náttúrulega svolítið einsleit samfélag á mörgu leyti og bjuggum við sterkara ríkisvald heldur en í dag. Núna heyrir maður alltaf fleiri og fleiri fregnir, alltaf svona meir og meiri kliður, kannski orðið hávaði alls konar sundrungu. Innflytjendamálin hafa náttúrulega verið ábyrjandi á sumum Norðurlandana og svona pínlítið horfinn heimur í huga einhverra. Ef þú horfir á Noreg og heldur áfram að spegla Noreg og Ísland, hvernig umræðan þar núna svona síðari ár? Sko, við sjáum auðvitað svipað svona tendensa og hefur verið bara alla veröld með einhvers konar svona hægri bylgju, en normenn hafa samt
tekið þið saman, það bara Arbeiderpartiet, sem systurflokkur samfylkingarinnar, sem myndar ríkisstjórn, bara einn í Noregi núna. Þannig að og við sjáum það líka hér og hefur verið svona á Norðurlöndunum almennt hafa þessi flokkar, sósíaldemokratíski flokkanir, haft völd og ég held að það sé ótrúlega mikilvægt í þessu. Já. Það einu sinni las ég rannsókn munin á umfjöllun fjölmiðla innflytjendur annars vegar í Noregi og annars vegar í Svíþjóð var það og hins vegar í Danmörku. Og það var miklu meiri umdelanleiki á þeim tíma innflytjendur í Svíþjóð heldur en í Danmörku. Að talið var að hluta til vegna fjölmiðla hvernig fjölmiðla römmuðu inn áskoranirnar. Hvernig er þessum málum háttað í Noregi? Ég get kannski ekki alveg sagt til svona nákvæmlega hvernig það er. Engin flokkur þar sem að tala svipað á miðflokkurinn hér? Jú, það er alveg það og hann hefur alveg vaxið og var líka í ríkisstjórn í smá tíma og fór síðan út af svipuðum málum. Hvaða flokkur er það aftur? Fremskrittspartiet. Og hann líka núna stærsti flokkurinn í stjórnarandstöðu. Þannig að það er vissulega svona tendensar þar líka. Og það flokkur sem hefur vaxið á svona óánægju fólks og hefur kannski náð einhvern að dyrka það fram. En það líka á öðrum sviðum, það ekki bara innflytjendur. Hann hefur alveg talað inn í ákveðna hópa á mismunandi vegum. Og nú það sem ég myndi skilgreina sem populistiskur flokkur. Og elur á sundrungu, elur á gjánni sem á milli hópa og reynir að víkka hana. Sko, Birta, ef við horfum á stefnu samfylkingarinnar svona, og þessar sögulegu vinsældir Kristrúnar Frostadóttur, þá var plan. Og það átt að lemja niður vextina og það átt að kveða niður verðbólgu og þessu var öllu lofað. Svona síðustu daga þá hefur planið fengið hressilegar blóðnasir í ljósi verðbólgumælingar og meiri segja að hluta til heimatilbúin hjá samfylkingu, hjá ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur með til dæmis breytingum á akstri, kílómetragjaldi. Er ekki svolítið erfitt bara að vera samfylkingarkona akkurat í augnablikinu út af þessu? Nei, það finnst mér ekki. Planið að virka, en það ekki alltaf þannig að planið sé bara slétt leið. Þetta verkefni með kílómetragjaldið eitthvað sem þurfti að fara í gegn og það bara mjög mikilvægt að við séum að ná að keyra þetta frumvarp í gegn og séum að ná að innleiða það að við séum að borga að rafbílaeigendur og bílaeigendur séu að borga fyrir það að fá að eiga bíla og keyra götur bæjarins og landsins. Og auðvitað þetta högg núna, en ég held að sé bjart fram á við. Og þetta bara verkefni sem þarf að fara í. Það alltaf svona erfið verkefni inn á milli sem hafa áhrif og auðvitað, þetta svekkjandi, ég get alveg tekið undir það, en við erum með plan og við þurfum bara að halda áfram að fylgja þessu plani og það eru bjartari tímar framöndan. Þetta eiginlega svona stóri boðskapurinn í Daði og Kristrún. Það að ná niður skuldum ríkisins, það aðhalda stöðugleikareglu og allt það. Akkurat í augnablikinu, ég myndi segja það væri langstærsta málið sem einhvern veginn hefur verið sett af stað. Akkurat í augnablikinu núna þá finnst mér persónulega sem það stafi mikil ógn að þessu plani. Og það sé erfitt að sjá framgang þess. Eitt sem hefur verið gagnrýnt að Kristrúnu skorti pólitískt hugrekki til þess að ráðast að fitulagi hjá hinum opinberu kerfum og ein góð leið til þess að lækka skuldir gæti verið að minnka kostnað við ríkisrekstur. Er það eitthvað sem að þú til dæmis sem borgarfulltrúi lagður áherslu á þetta þegar þú varst í kosningabaráttunum daginn, mætti fækka borgarfulltrúum eða þessum 8 aukalega sem eru á fullum launum eða hvernig þetta er? Já, ég held að megi alltaf endurskoða kerfin og við sjáum það alveg klárlega að
skriffinskan orðin rosalega mikil hjá borginni og skrifræði mikið og það náttúrulega sama dæmi tekið aftur og aftur leiðbeiningar hvernig fólk á að halda barnaafmæli og þess áttar hlutir. Ekki dæmi vitleysu? Já, auðvitað má og þarf að skoða þetta og ég held bara að það þurfi ný augu á reksturinn og það bara miklu leyti auðveldara fyrir nýja aðila að koma inn og taka eins til og sjá það sem betur má fara. Maður heyrið á fólki að það rosa mikil þungi líka í kerfinu, mikil bið eftir úrlauslu vandamála, alveg sama hvort þú ert að bíða eftir NPA-þjónustu eða leyfi til þess að fá að byggja pall við húsið þitt. Það bara ótrúlega mikil bið í kerfinu. Þetta kostar líka pening, það að vera ekki með skilvirkt kerfi kostar mjög mikinn pening og ég treysti Kristrúnu og Daða bara klárlega til þess að fara í þessar aðgerðir hjá henni opinbera líka á landsvísu. Það komið þarna tillögur frá almenningi sem að verið að fara af stað að vinna með að taka niður en við líka hjá Samfylkingunni vitum það að hjá opinbera sko með hlutverk, mjög veigamikið og mikilvægt hlutverk og það þarf bara að efla hið opinbera í því og við þurfum auðvitað að vera að horfa kannski gagnrýnum augum á hvaða verkefnið sem við erum að fara í en hið opinbera hefur hlutverk og mikilvægt hlutverk. Já. Og það þarf auðvitað að skoða þetta eins og Birta segir en við getum ekki skorið niður til þess að skera niður. Nei. Það verður að vera einhver hugmynd bakvið og skoða hvaða áhrif það hefur á fólk. Það ástæðan fyrir að við gerum þetta. En sko það mun hafa áhrif á störf líka. Já. Og þetta eru sársaukafullar aðgerðir sem að margir sjá fyrir sér að þurfa að framkvæma þannig að það þarf pólitískt hugrekki því haldið að það sé inn í röðum Samfylkingarinnar á landsvísu sem og í borgarstjórn. Þér er alveg viss það. 100% sko. Og það hefur enginn sagt að þetta verður auðvelt. Kristrún hefur sagt það að þetta verður erfitt og sársökafullt en við þurfum bara að vanda okkur þegar við gerum þetta. Já. En sko versta efnahagsástand sem getur komið upp, það mikið atvinnuleysi og mikil verðbólga og brjálæðislega hátt vaxtastig eins og núna Þetta eru svolítið viðsjárverið og skuggalegi tímar ekki satt hér. Það óvíst hvert stefnum, eða hvað? Það getur enginn spáð fyrir framtíðina. Kemur þá nýtt plan ef við erum að sigla inn í einhverja kreppu? Vonandi einhver þá að grípa til einhver aðgerða og við ætlum að vera hluti á því teymi sem við stjórnmálin þá. Ég held að við finnum ekki sá verðbólguna fara vaxandi úr þessu sko. Við erum að ná hápunkti núna. Ég bind mikla vonu við að atvinnuleysi muni ekki fara vaxandi. Og auðvitað, ég treysti Kristrúnu til þess að stíga inn í ef allt að fara alveg í rugl, en það bara horfir ekki þannig við mér. Nei. Þú nefndir þarna áðan það sem ég heyri oft í heitupottunum í sundlögunum, minn besti pendull á, ánægju borgarbúa með borgaryfirvöld, heitupotturinn. Og ég hef engan heyrt tala vel borgarstjórn núna í 3 ár. Og þið hafið séð þetta á viðhorfsmælingum að það skiptir ekki máli hvaða meirihluti í rauninni og það skiptir ekki máli hvort flokkar eru í minnihluti eða meirihluta, þetta algjört prömp, bara fingurinn niður hjá almenningi, þannig þetta búið að vera núna lengi og eitt af því sem að fólk nefnir hvað það sé langt frá hinum almenna borgarbúa til stjórnvalds ákvarðana og þú varst aðeins að koma inn á þetta áðan með skrifræðið og svona. Hvaða leið Stein bara til þess að ryðja þessum veggjum úr vegi, þessi bönkar menning að allir bara í gryfjunni eftir að þeir eru kosnir og svo fara og aðeins hausinn upp úr gryfjunni rétt fyrir næstu kosningar og svo fara bara allir niður? Ég held það sé ekki til einföld lausn, en eitt af því sem var til á síðustu kjörtímabilum eru íbúðaráðin. Ég var sjálfur formaður íbúðaráðs Vesturbæjar. Við ræddum alls konar mál sem voru mikilvæg fyrir íbúum og sem snerti á lífi okkar í Vesturbænum og eins í öllum hverfum borgarinnar. Þau voru ekki fullkomin eins og þau voru og við fengum kannski ekki athyglina sem við hefðum þurft að hafa til þess að þetta yrði það sem það gæti verið. Þetta segja svo margir. Já. En þetta var alveg punktur þar sem var hægt fyrir íbúa að koma með
eitthvað sem fór beint inn í pólitíkina. En það alveg hægt að gera eitthvað. Og svo held ég að það sé bara mikilvægt að borgarfulltrúar hafa meira svona eignarhald yfir verkefnin sem eru í gangi. Og bara við sáum það fyrir nokkrum árum þegar að farið í rosalega hagræðingar tillögur og það voru alls konar tillögur þar sem ég held að fólk þekkti kannski ekki alveg afleiðingarnar af því að það var einhvern veginn stjórnsýslan sem hefði tekið ákvarðanir og ég held að bara borgarfulltrúar verða að eignast málin betur. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það af því að ég hef ekki verið þeim megin sjálfur en það upplifunin og það kannski það sem þetta í raun og veru snýst upplifun fólks að þetta einhver veginn og þó að það sé kannski ekki þannig fyrir þá sem eru hinn megin þá þetta eitthvað sem við þurfum að vinna í. Ég held líka að opinberir fulltrúar ættu bara að vera duglegir að láta sjá sig í öllum hverfum borgarinnar. Mér hefur þótt þetta verkefni Samfylkingarinnar núna að vera að banka upp á hjá fólki og í framhaldinu halda og opna fundi en í þessum bæjarfélögum bara að vera mjög vel heppnað og fólk ánægt að sjá mann þótt að hægrið vilja alltaf segja að við séum svo mikið að trufla fólk og mæta heim til þess og fólk vilji það ekki en fólki þykir bara mjög gott að hitta mann og fá að ræða við mann í ein persónu. Þannig ég held að við verðum klárlega duglegri við það að láta sjá okkur út í hverfunum og tala bara beint við borgarbúa. Þetta náttúrulega ég sé þetta sem þjónustustarf. Við erum að ráða okkur hérna til þjónustu reiðbúin fyrir borgarbúa Reykjavíkur. Og það einmitt mjög skemmtilegt að ganga svona á dýr og fá tækifæri að tala við fólk sem maður myndi annars ekki ná til. Algjörlega. Og við náttúrulega fengum það smá núna í útryggingunum í prófkjörinu. Þetta bara ótrúlega dýrmætt að fá að tala við fólk og langflestir sem gefa sér tíma til þess að láta mann aldeilis heyra það hvað það sem mættu betur fara. En hægrið hefur nú aldrei haft mikið áhuga að tala við vinstrið og það var nú alveg sögulegt með Bjarna Benediktsson í öllum þeim fréttaviðtölum sem hann fór í áratugum saman, þá var hann alltaf bara að tala við kjósendur Sjálfstæðisflokksins. En af því að við erum að ræða málin á þessum nótum, þá dettur mér í hug að í dag í fréttum það eru deilur það að meirihlutin í Reykjavík hann vilji leggja niður óundirbúnar fyrirspurnir. Og þarna finnst mér sterkt og öflugt lýðræðislegt tæki til þess að almenningur geti pitsað einhverju til þeim sem að skipa minnihluta í hverskipti og þarna finnst mér að það reynir líka bara svolítið á gæði stjórnmálamanna að þeir séu ekki með embættismenn og hera upplýsingafulltrúum í kringum sig til þess að sjóða saman eitthvað loðmöllulegt svar sem enginn skilur og ekki neitt við ágengur og erfiðri spurningu, heldur þurfi bara að takast í beinni útsendingu á við krefjandi spurningu. Hvert ykkar mat á þessu? Á að leyfa óundirbúnar fyrirspurnir eins og hefur verið tilraunaverkefni núna skeið eða viljið þið bara henda þessu út af borðinu? Ég hlynnt óundirbúnum fyrirspurnum. Gott. Já, ég meina við þekkjum þetta frá þinginu. Það bara fast liðið þar. Já. En þetta kann að vera hluti af vandanum og viðhorfinu sem gagvart núverandi meirihluta að það þessi gryfju menning og þið eru vissum það að þið unga fólki getið þokað hlutum af stað, gert einhverja breytingar. Já, við erum náttúrulega bara að koma ótrúlega fersk inn og bæði, Steinn náttúrulega bara búin að bretta upp ermarnar Já, ég sé það, hann tilbúin í þetta. Við erum klári í slaginn. Já, hvað með umferðina og hvað með endalausa harmleik með borgarlínu og bara fyrirgefið að orðbragðið en bara það fokk allt saman? Ég held að þetta sé kannski mest einhvers konar þreyta. Við höfum talað borgarlínu síðan löngu áður en ég flutti til Íslands og við tölum alltaf við erum ennþá að tala hana og hún ekki komin. Fyrirmyndin reyndar í Þrándheimi þar sem ég bjó í 6 ár, þannig ég þekki nú verkefni og hvernig þetta geti orðið. Ok, segðu bara betur frá þessu. Í Þrándheimi bara mjög gott almenningssamgöngukerfi. Það eru strætóar og það eru þessi stærri strætóar sem eru borgarlínan, metróbuss sem heitir þar, sem eru með forgangsakreinar og á föstum leiðum og þetta virkar mjög vel.
og Þrándheimur eiginlega bara mjög svipuð borg og Reykjavík. Mér fannst ekki mikil munur þegar ég flutti hingað nema tungumálið auðvitað. En bæði veðurfar og fjarlægðir og allt svona upplifun minn að Þrándheimur og Reykjavík séu svipaða borgir. Og hvers vegna heldur þá að gangi svona illa að láta hendur standa fram úr ermum hér? Er það vegna menningar munar á íbúum Þrándheims og Reykvíkingum og Íslendingum sem oft eru sagðir svona meiri kapitalistar, meiri einstaklingshyggjumenn, meiri bíleigendur, meira svona ég ætla að ráða því sjálfur hvernig ég fyrir vinnuna? Já, það kannski þetta að við höfum vanist hér á Íslandi að alltaf vera á bíl. Og reyða okkur á okkur sjálf. Já, bara, og ef ég get verið á bíl þá mér sama hvernig það hefur áhrif á umferðina í kringum mig. Og við segjum kannski ég fastur í umferðinni, mjög algengt, en það sem ég hugsa sjálfur, bara nú ég umferðin. Ég vandamálið ef að ég fastur í umferð. Af því ég að búa það til. Og ég væri svo ótrúlega til í að bara ekki allir bílar, en bara einhver hluti af þeim gæti farið og í rauninni að fólkið inn í þeim gæti farið sig yfir í borgarlínu að betra strætókerfi og minnka aðeins álagið. Og það það sem við þurfum. Og það enginn að tala fyrir því að við eigum að banna að keyra bíl. Nei. Það enginn að tala um það. Það sem við viljum að hafa möguleikan að fækka þeim. Mér langar ekkert að eiga bíl. Nei. En bara raunin að ég þarf. Já, þetta segja rosalega margir. Já. En þetta ekki líka bara, núna erum við loksins komið með samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins. Þetta náttúrulega samvinnu verkefni allra sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu og við þurfum bara að passa núna og maður heyrir þetta líka. Þetta þarf að fara að verða svolítið áþreifanlegt. En við höfum líka séð að þessi meirihluti núna sem í borginni fóru í það að fjölga strætóferðum og það strax... Það virkilega að skila sér. Vitum við það? Já. Eru miklu fleiri notendur? Já, það eru fleiri notendur. Þetta eru vísindi núna. Það var fjölga ferðum og notendur, það jukust notendurnir. Næsta skref hjá þessu meirihluta var að fara að búa til betri strætóskýli og ég ótrúlega hlynnt búandi í Grái af því að hjá okkur bara eiginlega ein strætóleið sem gengur hverfið, það 6-an. Alveg rétt. Og þegar þú þarft að bíða bara alltaf eftir þessum eina strætó, þetta ekki eins og Miklubrautinni þar sem þú getur eiginlega bara hoppað upp í hvaða strætó sem og þá kemstu þá leið sem þú ætlar að fara, þá verðum við að vera með betri strætóskýli. Þannig ég hlakka mjög mikið til. Það hefur bara beinlínis verið gert ráð fyrir því að allir eigi í bíl í Grái, ekki satt? Jú. Og það ekki bara svolítið þannig? Jú, og ég menna í Grái til dæmis, ég var mjög hissa á því að þegar ég bjó á stúdentagörnum og flutti þaðan í Grái að það eru bílakjallarar í eiginlega öllum blokkum í Grái. Þannig ég með bíli minn innandyra. Þannig jú, það eru eitthvað til í þessu hjá þér, Bjössi, að það er gert ráð fyrir að fólk í Grái eigi bíl. En ég segi eins og Stein, ég myndi óska þess að þurfi ekki að eiga bíl en þetta svolítið raunveruleiki sérstaklega held ég fólk sem með ung börn og núna ég farin að skutla og sækja það, þú veist, líka íþróttaæfingar það mjög mikil synd að það ekki frístundarúta í Rimaskóla þannig ég þarf að vera mætt til að skutla dóttur minna fótboltaæfingu alltaf á hverju minnstu degi ekki hverju minnstu degi, alls ekki 2 í viku. Ég nú svo gamall að ég man hvenær mitt skutla og sækja tímabil hóst, það var svona cirka 1992 og það var ekkit vandamál. Af því það var bara svo lítil umferð. Maður bara kom sinna leiðar. En þetta bara orðið stór mál í dag. Það bara kvíðvænlegt á sumum tímum dagsins að þurfa út í þessa umferð. Ég stundu sagt söguna því að ég var miðjandag fyrir nokkrum mánuðum 1,5 klukkutíma að komast af Seltjarnarnesi og hingað í Bólholtið miðjandag. Það náttúrulega svona, það koma alveg svakalegir háanatímar þegar Háskóli Íslands byrjar bæði í ágúst og janúar alltaf og svo verðist svona mætingin aðeins drabbast niður og umferðin þá á sama tíma líka. En þú veist, auðvitað ættu að vera að búa til hvata fyrir fólk sem er í háskólanum að það á bara að geta tekið strætó nema þau kannski í börn. En hefur verið farið offæri í í fyrsta lagi þá náttúrulega þetta óþolandi þessi appmenning, hvað var það bílastæði, einhver einkaaðilar geti bara
slátra manni fjárhagslega og allt það. Er það eitthvað sem þið viljið ræða? Og svo líka hitt bara með að bílastæðum náttúrulega fækkar alltaf meir og meir á sama tíma og bílum fjölgar vegna þess að ef það eru 280 bílar sem bætast við í hverju mánuði eins og mér skilst það sér tölfræðin og bílastæðum sem sagt fjölgar ekki, þá hlutfallslega verður alltaf færri og færri. Ég veit það þótt ég sé ekki starffræðingur eins og þú. Já, nema það tölunar eru bara mjög einfaldar að bílastæðum hafa þrefaldast í miðborginni síðustu 20 ár. Já. Úr cirka 2000 í cirka 6000 og bílastæðum á fjölgað gríðarlega. Já, en nú skilst mér á borgarstjóra að það verði ekki lengra gengið þar eða það sé einhver svona kreppa. Nei, það ekki bara fínt. Hún spurði bara ráðalaus daginn, hvað viljið það ég geri? En hún var hér í þætti. Mér finnst miklu flottara í rauninni þegar það eitthvað gerast og það fólk til dæmis að sitja og fá sér að borða og drekka eitthvað út á götu í staðan fyrir að það sé bíll þarna. En ég held að þjónustan verði alltaf að koma fyrst. Þú veist, við verðum að efla almenningssamgöngur til þess að geta búið fólki alvöru val áður en við förum að einhvern veginn taka af þeim bílinn og bílastæðin. En ég held, þú veist, flesta daga ársins þetta ekki vandamál, en ég auðvitað, þú veist, ég vinn í Vatnsmýrinni og ég bý í Grái, ég eyði 40 mínútum til klukkutíma á dag í bílnum mínum, mér finnst það mjög mikil synd og ég vil gjarnan breyta þessu. En, já. Ég bý í 101 og það er náttúrulega brjálaða pirringur í fólki sem áður gat lagt einhvers staðar frítt, sem getur ekki lengur líka. Já. Þau fara þá íbúðakort. Já. En það er samt svona saumað svolítið að þessu frelsi, skilur, það átt að hluta einhverju kerfi og algjörlega. Ég er mjög hlynnt í að þjónustan komi fyrst og við bjóðum fólki raunverulegt val áður en að við förum að taka af fólki. Já. Tökum aðeins. Má ég taka eitt dæmi líka með strætó. Mér langar líka svona að við hugsum endurbætur á strætókerfinu og það er auðvitað búið að teikna upp nýtt leiðakort sem við gætum farið í þar sem við myndum kannski ná að tengja hverfin betur saman. Já. Og ég sakna þess mjög mikið að það sé strætóleið frá Granda og yfir í Vesturbæinn 107. Það er engin tenging þar á milli núna nema að fara niður í bæ. Og þetta hefur verið teiknað upp og verið umræðu lengi og svo það svona aðeins lagt til hliðar núna. En það er eitt sem ég myndi persónulega vilja sjá. Já, bara ekki spurning að efla svona hverfastrætó og þetta er að sama í Grái, þú veist, þú getur eiginlega ekki átt heima í einu hverfi í Grái og vera að vinna í öðru hverfi án þess að annarkvort labba eða fara á milli hverfana á bíl. Og ég hef nú lent í því í 3 vetur að eiga börn á sikkurum leikskólanum í Grái og það var ekki valmöguleiki fyrir mig að sækja og skutla börnunum með strætó. Nei. Að því alltaf þegar ég mætti með barni þá fór náttúrulega strætóin og kom ekki aftur fyrir en hálftíma seinna. En að þið eru svo ung og ungt fólk hefur meiri áhyggjur af umhverfismálunum heldur en kall eins og ég. Er það ekki líka bara mjög óheppilegt að við sem að nota alla þessa strætó með dísel og bensíngufum þarf ekki að gera skurk í því að koma vagnaflótanum í umhverfisvæna átt. Algjörlega, og eins og þessi hverfistrætóar mættu vera bara minni bifreiðar, held ég allavega í Grái til að byrja með þetta þurfa ekki að vera alveg svona stóri strætóar eins og við sjáum það gula út allt, þetta getur verið bara svona minni smá rútur. Já. Hefur þú miklar áhyggjur af umhverfismálunum? Já, auðvitað. Það er ekki alls svolítið áhyggjur. Já. Það er einhvern veginn þau hafa svolítið horfið að rata með Trump og Úkraínustríði og svona sviftingum á heimsvísu. Já, ég held að óvissan sem er í heiminum í dag gerir kannski það er erfiðar fyrir fólk að hugsa svona langt fram í tíman sem við höfum gert í umhverfismálum og höfum þurft að gera, en nú sjáum við þetta afleiðingar mjög nálægt okkur líka. Algjörlega. Það hefur mikið verið rætt að lóðaskortur hefur verið fyrir hendi uppsprengt verð á lóðum. Hugsið ykkur, bara lóðir sem kostuð ekki neitt fyrir nokkrum árum. Það eru bara orðnar einn helsta markaðsvara braskara í dag.
og hérna hver hugmynd ykkar hérna, hvað var það svona félagsbústaðakerfi og það að borgin byggi og beri ábyrgð á sérstöku húsnæði fyrir fólk með minni tekjur og fólk sem á erfitt með að komast inn á íbúðamarkað. Það bara nauðsynleg undirstaða á húsnæðismarkaðnum að borgin stígi inn í og með eitthvað til að grípa fólki og fólk sem með þessu félagslega íbúðir borga mun minna í leigu en það þurfti að gera á almennum leigumarkaði. Það skiptir ótrúlega miklu máli fyrir akkurat þetta fólk. Þannig þú alveg vel til vinstri. Já. Saman með þig? Já, bara 100%. Þetta bara undirstöðu atriði í velferðarsamfélagi að geta búið fólki sem þarf að því að halda húsnæði skjóli yfir höfuði, sko. Bara ekki spurning. Og ég mjög hlynnti að við höldum áfram að byggja óhagnaðardrifið húsnæði og endilega bara fjölga leiðum í því. Hvað arfleið Dags B. Eggertssonar að það hafi verið byggt of mikið, of þétt, of lítið ljós, of miklir skuggar, ekki hugað að hljóðvist, í sömu tilvikum glapræði að gera ekki ráð fyrir einu bílastæði á íbúð, heldur eitthvað minna. Hvað með þetta uppgjör? Sko, ég get til dæmis bara að tala um Gufunesið í Grávegi. Ég myndi velja efla þjónustu við það hverfi svo munar. Mér finnst ekki í lagi að selja íbúðir undir því yfirskinni að þú eigir ekki að eiga bíl, en svo þarft að panta þér strætó til þess að geta ferðast úr hverfinu. Og ég skil alveg hugsunina, ok, þetta fín þjónusta, en ég sjálf ekki spennt fyrir því að þurfa að panta mér strætó. Þetta bara þjónusta sem á að vera til staðar og sérstaklega við ætlum að fara fram á að fólk flytji ekki með bíl inn í hverfið. Þannig við verðum að efla þjónustuna þarna. Ég held að það alltaf auðvelt að horfa í baksýnisspegilinn og hugsa við hefum átt að gera þetta betur. Ég held að það eigi bara við ótrúlega mörg atriði í lífi fólks og í uppbyggingu borgar. En ein besta leiðin til að læra því? Bara 100%. Ég sammála því og ég meina, það vill enginn sjá græna gímaldið endurtaka sig. Og ég held að allir borgarfulltrúar sem verið kosnir núna í vor muni vera með það sem forgangsatriði að það mun ekki geta gerst aftur. En það bara gott að við getum þétt aðeins byggð í Reykjavík og við erum náttúrulega bara höfuðborgarsvæði og við eigum að geta hýst hér á flest fólk að búa og við viljum að þau búi, við viljum laða fólk að Reykjavík. Við erum einar strjábýlustu höfuðborgunum bara, ég veit ekki, ég þarf ekki að fara með, í Evrópa, ég segi það. Ætli það ekki? Ég þekki ekki með tölunar, þannig að ég get ekki... Nei, ef maður horfir á það hvað búa margir á hvern ferkilometr, þá talan ekkert svo há í Reykjavík. Þannig, og ef við erum að tala um að byggja hagkvæmt, þá hagkvæmast að gera það að þétta byggð. En jú, kannski getum við aðeins farið að skoða að minnka það og ég mjög hlynnti ef við brjótum nýtt land. Ég hlakka til að sjá uppbyggingu í Grávegi, í Keldnalandi og í Úlfarsárdal. Og ég hlynnti ef við förum bara að blanda leið. Ertu ekkert smeyk við að verði svona gettó þarna í Úlfarsárdalnum? Eins og sumir hafa sagt. Nei, það eitthvað svona því það að vera ódýrt húsnæði? Já. Nei, ég hef ekki áhyggjur af því. Og ég held að þetta sé bara, það alltaf einhvern veginn reynt að búa til svona neikvæða umræðu þegar það á að fara að byggja ódýrt húsnæði fyrir fólk. Þetta bara sama og hefur loðið við Breiðholt öll þessi ár. Ég uppalinn í Breiðholti, ég bjó þar þangað til að ég var 18 ára, 20 ára. Ég upplifði það aldrei að ég byggi ykkur gettói, alls ekki. En ég hef samt bara alltaf búið í blokkaríbúð, sko. Þetta bara, þarna býr fólk, venjulegt fólk eins og við, það upplifir að enginn að þau búi í gettói og það bara fólk sem býr ekki í þessum hverfum sem talar svona. Já, veit. Góða mútur. Sko, ég veit ekki hvað við komumst mikið lengra, þetta fer nú að verða ágætt hjá okkur, það búið að vera gaman að kynnast svona því sem þið brennið helst fyrir og hvað sýn þið hafið á borgarmálin en mér langar aðeins að ræða við ykkur menningu í lokin. Ég hef verið að fá hér gesti sem að segja við ræðum, sko, við hefum að stilla, frambjóðendum
þeim sem bjóða sig fram til sveitarstjórnarkosninga svolítið upp við vegg og segja hvað ætlið þið að gera, hvað var það menningar og listamál og hérna til dæmis þá var augljóst að það vantar fleiri rými hér fyrir listafólk. Við erum með rándýra sali og stóra eins og í Hörpunni og eitthvað svoleiðis sem bara örfáir geta nýtt sér og til dæmis það vantar fleiri flíkla inn í einhver svona hérna inn í einhverja sali og listamenn telja sig svolítið vera á hrakhólum víða og á sama tíma á Laufey segir þegar hún tekur við Grammy-verðlaununum í nótt að hún sé afurð stuðnings við listir og sköpun og skólakerfið og alls konar tækifæri sem við höfum rektað hér og við tökum undir það með hennu og við erum stolt eitt andartak. Þá horfum við líka fram á það að framlög til menningar og mála og svona, það getur verið að þau hef ekki minnkað en þau fara einhvern veginn í aðra hluti, þau fara meira í stjórnsýslu, þau fara í einhver störf á þess að outputið verði eins áþreifanlegt virðismanni. Hvað getið þið sagt fyrir þennan hóp? Mér finnst bara ótrúlega mikilvægt að við styðjum við listafólk og það getur gerst á margs konar vegum, bæði með beinu fjárframlagi en eins og þú kemur inn á líka með til dæmis vinnurými og það hlýtur að vera fullt af plássum sem við getum nýtt í það og ég þekki nú bara í kringum þar sem ég bý í gamla Vesturbænum, það eru fullt af húsum þar sem það listafólk sem að nota sem vinnurými. Já, en það ekki á vegum borgarinnar, það? Nei, kannski ekki á vegum borgarinnar. Ég þekki ekki hver á hvaða hús, þannig ég get ekki sagt til það, en það nú eitt sem ætti að vera hægt að gera. En ég ekki með fulla yfirsýn yfir hvaða húsnæði borgin hefur og hvað stendur autt. En áður en við komum þér fyrir ekki bara örstutt ættu menningarmál og að þínum mati að vera kosningamál? Mér finnst það auðvitað vera ótrúlega mikilvægur partur á þessu en ég ekki viss að við viljum láta það vera einhvers konar baráttumál í kosningu. Mér finnst að þetta ætti bara að vera skýrt að við ætlum að styðja menningu. Það ótrúlega mikilvægt fyrir samfélagið og kannski skilur það sér ekki þannig að við sjáum það á blaði krónu fyrir krónu en ég alveg viss að það sem við fáum tilbaka fyrir framlög til menningar sé gríðarlegt. Ég held að þetta falli svolítið dautt niður þessi málaflokkur oft í aðdraganda kosninga að enginn minnist á menningu þannig að við þurfum að hafa þetta svolítið í huga. Já, við höfum nú samt talað menningu bara innan okkar hóps. Já. Þegar við hittumst síðast. Já, algjörlega. En við getum líka rætt að við höfum mikið talað það sem tómstunda og frístunda iðkun barna. Já. Við viljum efla hana og passa það að öll börn geti stundað tómstundir og frístundir og ég mjög hlynnt í að við reynum einhvern veginn að fjölga krökkum sem sækja tónlistanám og mér finnst það bara mjög mikilvægt og myndi vilja sjá börnin mín sjálf í tónlistanámi. Já. Ég veit að það fór af stað einhver stýrihópur á vegum borgarinnar til þess að skoða það að fá svona tónleikahaldstaði, einhvers konar rýnihópur. Það kom fram gagnrýni á það að það væri ekki fólk úr geiranum með í ráðum. Þannig það klárlega skref sem maður má stíga inn í og breyta. Ég veit að okkar besti maður Jeff á Prikinu hefur verið að tala fyrir þessu að þessi mál þurfum við að skoða en já. Og svo auðvitað bara það sem fer fram innan skólana. Já. Við erum með mjög öflugt list- og verkrænám í Hagaskóla þar sem ég vinn og þar listafólk úr alls konar geirum sem vinnur við að kenna krökkum. Já. Nemendur Hagaskóla mjög hefnir. Já, hef ég heyrt. En ég sé þetta svo líka bara í mínu starfi hjá Tulipop. Við erum búin að vera bara, það algjört raritet að sé til íslenskt barnaefni sem framleitt í dag. Við erum eitt af 2 stúdíum sem að framleiða barnaefni á íslensku fyrir íslensk börn og þetta alþjóða markaðan líka. Þannig ég held við getum alltaf gert betur fyrir skapandi greinar, ekki spurning. Og af því að nefndir tónlistarskólana, það eiginlega hálfgerð hneisa að Reykjavík stendur sig eiginlega verst allra sveitarfélaga þegar kemur að
möguleikum ungs fólks til þess að læra á hljóðfæri. Hér eru biðlistarnir svo svakalegir, það er bara örfá börn í rauninni sem að fá inn í engakennslu. Já, við þurfum að passa tónlistarnám verði ekki fyrir einhverja útvalda, þetta bara það verði í boði. Það er löngu orðið það sko, og þannig að það er að vinda ofan að því að það er annarkvæmt einhver klíkuskapur eða efnahagur eða eitthvað sem að ræður því hver eru teknir inn og hver eru ekki. Þetta er eitthvað sem ég myndi gjarnan vilja skoða. Já, einmitt. Herðu, ljómandi, það er spennandi að fá ungt blóð að borðinu og gangi ykkur sem best í baráttunni. Þið eru til í slegin og verður mikil vinna hjá okkur í aðdraganda sveitarstjórnarkosningana núna á næstu vikum á mánuðum. Já, alveg klárlega. Við ætlum náttúrulega að vinna kosningasigur. Þannig við erum nú þegar farin að setja niður stefnumál og hittast sem hópur og hlökkum mikið til að stíga næstu skref. Já, ljómandi. Steinn og Birta, takk fyrir komuna. Takk. Takk fyrir okkur. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur áhorfendur, ekki fara langt, nýr kafli hér handan við hornið. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is